Hæ, já, gaman, já, eða þannig. Nú ætla ég já, velkomin, þetta Ari Jósefsson og ég búinn að vera að strögglast núna síðustu 2 mánuði held ég. Árið 2017 þá var ég að leika í mynd og sem átti að vera stuttmynd og átti að fjalla samkynhneigð strák sem var leynihomi og ég átti að leika ástmann hans. En það sem ég bara að fara í það mörg námskeið, leiklistarnámskeið og allt þetta og kann að leika og allt svoleiðis. Og þessi sem var að leikstýra og sjá að taka upp myndina, skrifaði handritið og var með mig alveg í handritinu áður sem ég vissi að því sko. En ég var bara svo heimskur að ég var plataður í tökur og það var bara tungan var bara stungin upp í munninn á mér bara án mín samþykkis og það var, ég reyndi að ýta tungan alltaf, þú veist, maður á að reacta og ég þorði ekki annað út af því að það var tökumaður sem var að taka þetta upp og ég var að bíða alveg eftir cut og það, þú veist, þetta bara gekk of langt og þarna var bara brotið á mér og svo núna einhvern tímann fyrir nokkrum árum þá var systir mín að taka leigubíl og þá hann með þetta vídeó. Þú veist, þessi mynd var aldrei fullkláruð. Hún var ónýtt hljóð og hún var aldrei, þessi stuttmynd var aldrei kláruð. Hafa það á hreinu. Og þá hann með myndbandið í símanum sko, og að trakka og beint í síman og hann alveg, ert þú systir hans Ari Jósefsson? Og þegar hún sá þetta vídeó, hún var bara, Jesús, þegar hún sagði mér frá þessu daginn eftir og hún var bara, ertu að djóka Ari, ertu alveg, þú veist, og ég bara, oh my god, þú veist, ég hef aldrei séð þetta vídeó. Þú veist, það bara allir aðrir og það bara verið að gera lítið úr mér og reyna að eyðileggja ímyndina mína og ég veit ekkert hvaða þú veist, það voru teknað svo margar tökur og ég veit ekkert hvað í gangi og í þessum lokuðum hópum, aukaleikurum, extras og allt þetta, ég veit ekkert hvað í gangi. Og ég alveg bara klóra mig í höstumáli, ég náttúrulega fór til lögreglunar og allt þetta og hún sagði þetta og ég fór til Bjarkarhlíð og allt svona og svo bara núna rétt áðan þá var ég að tala um lögregluna og þá sagði hún bara, já, hann búinn að viðurkenna og allt þetta og hann gerði mistök og svona og ég alveg bara, það bara búið? Þú veist, ok, hann búinn að viðurkenna hann að brotið á sér. En ég alveg bara, þú veist, ekki það að mér langaði að fá peninga eða eitthvað. Ég bara, þetta var bara lagt bara undir borð. Og núna vill ég aðeins opna augum hjá ykkur körlum og konum og bara öllum, bara ungum sem öldnum að stafrænt mjög hættulegt og
maður á að geta treyst fólki, en ég treysti honum bara fullkomlega ekki, af því að það búið að vera að brjóta mig endalaust niður og vera að nota mig og nota nafnið mitt og taka fram fyrir hendurnar á mér og jafnvel hringja og allt sko. Þannig að ég vil bara hafa á hreinu að ég á mig sjálfan sko, og það getur enginn notfært sig eitthvað, þú veist, eitthvað með eitthvað svona myndband og eitthvað svona, þú veist, ég vil bara fá þetta myndband dautt og ég vil fá að sjá það alveg bara, þú veist, og ég bara einhvern veginn bara þori bara ekki að hitta viðkomandi og ég bara vildi láta og posta aðeins og láta ykkur vita af hverju ég hef ekki verið mikið á YouTube. Það er því að ég búin að vera að glíma við þetta og já, ég bara svona að taka einn dag í einu og svona veit bara ekki alveg svona hvernig ég á að snúa mér, en ég ætla að allavega halda áfram að lifa og lífið hættir ekki og það bara, maður á bara að vera passa samur og já, passa samur. Amen. Ég veit ekki eins og hvað ég á að segja meira, en ég vildi bara segja ykkur þetta núna strax á meðan að ég bara man þetta, þú veist, og ég var að, þú veist, ég átti að fara ég laði kæru og átti að hringja til Suðurnesjar og þá sagði hún, já, hann bara að viðurkenna þetta. Hún segi þetta og maður bara alveg ruglar í þessum, þú veist, og ég átti að fá lögfræðing og eitthvað en hann bara að viðurkenna þetta og ég bara alveg, oh my god, hann bara að viðurkenna þetta og á hann ekki að fá okkur refsingu. Ég orðinn svo ruglar í hausnum og ADHD og allt þetta, ég bara veit ekki hvert ég á að fara, en ég segi, ég líka. Amen.